Góðan daginn og velkomin á næsta stafræna morgun hjá stafræna hefniklassanum. Í síðustu viku fengum við til okkar Ágúst Björnsson en hann kom frá ST2 og hann var að ræða við okkur gagnadrifna ákvarðanatöku. Mér langaði bara að benda ykkur á að þið mistið af þeim fyrirlestri að það er hægt að nálgast hann inn á stafrænt.is sem er heimasíðan okkar. En heimasíðan okkar er með hugsuð svo þessi verkfærakista þannig að þangað er hægt að sækja alltaf alla fyrirlestra sem veru með. Það er líka hægt að sækja hann alls konar tól og tæki þannig að endilega kíkja hann inn á hvort það sé eitthvað annað sem þið getið fengið til að hjálpa ykkur í ykkar vegferð. Og annað, ef ykkur finnst eitthvað vanta hann inn, þá bara endilega hafið samband við okkur með það. En í dag höfum við fengið til okkar frábæra gest, en það er hún Sesselía Birgisdóttir, en hún er að koma til okkar frá Högum. Hún er forstöðumaður nýsköpunar og markaðsmála, en Sesselía er hokin af reynslu þegar kemur af stafrænum málum og stafrænum verkefnum og hefur hún síðustu árin starfað sem stjórnandi þar sem áhersla hefur verið á stafræna þróun, sölu, þjónustu og markaðsmál. Í dag ætlar Sesselía að fjalla hvað átt er við þegar talað er stafræna vegferð. Ég hlakka mjög til að hlusta á hana. Ég hvet ykkur endilega til að senda inn spurningar og vera bara svolítið með okkur í þessu flæði í dag og þannig lærum við mest og þannig fáum við sem mest út úr fyrirlestunum. En þá langar mig bara að bjóða hana Sesselíu velkomna. Gjörðu svo vel, Sesselía. Takk kærlega og áður en ég ætla að hefja henn formulega fyrirlestur og deila reynslu minni af því sem ég hef lært á síðustu áratugum að vinna við stafræn málefni. Það langar mig að þakka stafræna hefningsklassanum kærlega fyrir að bjóða mér að taka þátt og deila reynslunni og þessi frábæra framtæki sem klassin er og ykkur öllum fyrir að horfa. En ég minni líka alltaf á ef ég er að deila reynslu og miðla að endilega hafi það í huga að taka með ykkur það sem ykkur hentar á hverjum sinni og skilja annað eftir. Vonandi kveikir þetta einhvern innblástur hjá okkur en skiljið annað eftir. Ég hvet ykkur líka til þess að senda, ég sé á skjánu, ég vildi að þið getur séð hvað ég sé en ég sé fullt af tækjum og tólum og ég sé á skjánu spurningar og það hjálpa manni líka svona finnast mann ekki vera að tala bara við stálhaus ef þeir eru duglega að senda inn spurningar jafnóðum á skjáin. En ég þannig varla að tíunda það að við lifum á stórkostlegum tímum. Þetta eru ótrúlega tímar sem við lifum á og við ættum í raun og vera aðeins að venja okkur á það að staldra stundu við og njóta þess sem er að gerast. Tæknilausnir eru að þróast á ógnarhraða og ég er í raun og veru það er í raun og veru alveg gríðarlega erfitt að fylgjast með öllu því sem er að gerast í tækninni og margt sem er að gerast sem að við einu sinni höfum ekki fengið upplýsingar að er að gerast því það er verið að þróa það ennþá. Tæknin er orðin í raun og veru hluti af okkar daglega lífi þannig að við erum hætt að sjá hana. Við erum farin að nota hana, upplifa hana þannig að við erum í raun og veru hætt að verða vör við að við séum að nota tæknina og þar að leiðandi orðin bara svona daglegu hluti af okkar lífi. Mér til dæmis finnst skrítið að úrið sé ekki búið að pípa á mig að ég að setjast niður því púlsinn minn sé komin upp í einhver hættumörk af því að maður er orðið bara vanur því að þetta úr sé orðið einhvern veginn hlut af púlsinum hjá mér á hverjum degi. Þannig að tæknin er að þróast á ógnarhraða og á sama tíma eru viðskiptavinir fyrirtækja og ég ætla að taka það fram kannski upp að ég gleymi þessu svolítið oft og ég veit að þetta truflar stundum áhörundur hjá mér að ég tala bara ég tala bara fyrirtæki í erindinu. Þá er ég ekki að gera neitt greinamun á stærð fyrirtækja, hvort það er fyrirtæki eða stofnun. Mér finnst þetta bara eiga við allar gerðir. Þannig að ég segi bara fyrirtæki og hef það sem svona samnefnara og bara hafi það í huga. En viðskiptavinir þeir í raun og veru kalla í auknum mæli á stafræna þjónustur. Og viðskiptavinir vilja í raun og veru bara fá þá þjónustu sem þeim hentar þegar þeim hentar þar sem þeim hentar. Og þetta er að gera í raun og veru líf fyrirtækja, ef hægt er að segja sem svo, eða áskorunni fyrirtækja, ætíð flóknari. En það er í raun og veru eitt lykilorð sem að einkennir nútíman finnst mér í fyrirtækjarekstri að það er orðið umbreyting eða
change. Það í raun og veru allt að breytast á ógnarhraða og það ekki að fara að breytast bara eftir 10 ár. Þetta bara jafnt og þétt að breytast með meiri og meiri hraða en áður hefur verið. Og maður þarf ekkert annað en að staldra aðeins við og líta nokkur ár tilbaka og aðeins að ímynda sér hvernig var að vera í fyrirtækjarekstri í þínum geira fyrir 5 ár. Hverju voru áskorunarnir þá? Hvernig voru þjónusturnar þá? Hvernig voru innviðirnir þá? Hvernig var það fyrir 10 árum? Og þegar maður gerir þetta, í alveg saman hvað geira maður hvernig fyrirtækjarekstur maður þá verður maður svolítið sjokkaður. Þá fer maður að sjá mynsturinn hvað þetta gerast hratt. Bæði með tæknibreytingum og kröfum viðskiptavina. Og það er það sem ég langa að ræða við ykkur í dag, þessi stafræna umbreyting. Það í raun og veru ekkert fyrirtæki í neinum geira sem ekki í einhvers konar umbreytingaferli vegna þess að viðskiptavinir þeirra að kalla á þau færi, taki fyrirtækið í meira í stafrænt. En stafræn umbreyting eða digital transformation, það þýðir í raun og veru ekki, mér finnst alltaf gott að minna líka á þetta, það þýðir í raun og veru ekki að taka einstaka ferla, einstaka þjónustur, einstaka innviði og færa þau yfir í stafrænt form. Alls ekki. Það þýðir það að það vera að hámarka getu fyrirtækisins á alla mögulega vegu og búa til meira virði í fyrirtækinu og það getur verið í þjónustum og það getur verið í skilvirkni og með því að hámarka nýtingu á tækninni og það verið að gera þetta strategískt og það verið að gera þetta meðvitað. Þannig að vera að umbreyta fyrirtækinu til að mæta kröfum markaðarins til framtíðar. Það mjög mikilvægt að hafa þetta í huga og það náttúrulega ekki gert á einni nóttu, þetta vegferð eins og svo oft kemur fram og það eins og þið sáuð uppásmyndina í erindinu hjá mér, ég nota þessa mynd oft til að minna á að það verið að skapa einhvers konar framtíð og þetta margir punktar sem tengja umbreytingaferlið og ég kem inn á kannski einhverja mikilvægustu liðina í því í dag en það í raun og veru að stafræn umbreyting það að í raun og veru umbreyta fyrirtækinu eða móta nýtt með því að hámarka nýtingu á tækni til að mæta framtíðinni. En aðeins bara örstutt skota mér, bara hvað ég að vilja hér upp á dekk að deila minni reynslu og hver hefur verið mín reynsla. Ég bjó lengi í Svíþjóð 10 ár og þar stofnaði ég fyrirtæki sem var í raun og veru bara skapað frá hvítu blaði sem var bókunar þjónusta eða leigumiðlun sem var hugbúnaður sem var svona milliliður milli þeir sem vilja leigja út og kaupanda. Frekar flókið og viðamikið kerfi og þetta var aðalstarfið mitt í einhver 7 ár og var komið með þjónustur út alla Evrópu. Síðan ég búin að starfa sem ráðgjafi bæði í stafrænum málum og í markaðs- og þjónustumálum. Ég flyt svo heim og við fjölskyldan þegar mér bauðst starf hjá Advania þar sem ég lifði og hrærðist í einhver ár í tækninni, mér til mikill ánægju og var þar líka svona að vinna með stafrænu miðlana hjá Advania og voru miklu svona stafrænni vegferð með fyrirtæki sjálft og líka að undirbúa þessa skölun á þessa nýju markaði sem eru komnir inn á núna meðal annars í Evrópu. Síðan barst mér ákveðið tækifæri, mjög krefjandi verkefni að fara inn í sem framkvæmdastjóri í þjónustu, sölu og markaðsmála hjá Íslandspósti þegar Birgir Jónsson tók við rekstrinum þar. Félagið þetta var mjög krefjandi og skemmt, ég kem kannski einhver dæmi frá póstinum því frábæra verkefni og þetta var mjög krefjandi verkefni, ég verð að segja það. Félagið var í miklum rekstrarerfiðleikum og það var svona, það var mikil svona ákveðin stafræn skuld hjá fyrirtækinu og svona bara mikla breytingar og hræringar á markaðinum. Ég kem aðeins inn á þetta vonandi aftur. Í dag starfa ég svo sem forstöðumaður nýsköpunar og markaðsmála hjá Högum. Hagar eru með fjölda dótturfélaga, meðal annars Hagkaup og Bónus og Ólís og svo aðfangafélagin, aðfangabanana. Þannig að og þar ég í stafrænum málefnum líka.
Ég er með master í stjórn og mannus, þekkingar og breytingarstjórnun og þið kannski heyrið það svolítið á eftir, ég tala mikið um breytingarstjórnun og síðan í alþjóðlegri markaðsfræði. En þetta er svona ákveðin frasi sem að meðal annars við Eva ræddum í símtali á dögunum og að ég legg mikla áherslu á þetta og hef alltaf gert í mínu starfi, ekki bara sem frasa og glæruri, heldur bara í svona daglegu tali inni í fyrirtækinu sem ég er að starfa í, að stafræn umbreyting snýst ekki bara um tækni. Þetta fær rosalega oft, þessi verkefni og þessi vegferð, fær rosalega oft mikinn fókus á tæknilausnum sem við erum að nota. Og ég kýs það að kalla þetta nýjar leiðir til viðskipta. Það er verið að skapa nýjar leiðir til viðskipta. Það er gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki temji sér það og fólk temji sér það að horfa á þetta ekki bara út frá tækninni, heldur það er verið að skapa nýjar leiðir til viðskipta. Og ég ætla aðeins að útskýra betur eftir af hverju mér finnst þetta mikilvægt. En stafræn umbreyting er flókin og hún er ólík fyrir öll fyrirtæki. Það gerir hana ennþá flóknari og mörg fyrirtæki, sjáðu þennan unga dreng á myndinni, ég meina hann virkar nú pínu bugaður hann neðist í tröppinni og mörg fyrirtæki finna sig í þessum sporum að bara ekki einu sinni ná að líta upp, heldur bara að horfa niður. En síðan eru jafnvel önnur sem að horfa upp og sjá efst í tröppunum mjög skýra mynd af því hvað býður þarna uppi efst í tröppunum. En svo eru önnur fyrirtæki sem að sjá ekki skýra mynd þegar þið líta upp og jafnvel bara svona mjög óljóst hvað tekur við enda trappana. Mörg fyrirtæki eru kannski komin á stað og eru byrjuð að hefja gönguna upp tröppuna og eru jafnt og þétt að auka hraðan og snerpuna og þolið á milli trappana. Og mörg eru jafnvel komin í efri þrepin. Síðan eru önnur fyrirtæki sem hafa jafnvel bara komið í aðhlaupi að tröppunum og tekið 2 tröppur í einu í stökki. Þetta er mjög mismunandi hver fyrirtæki eru stödd í þessari vegferð og það er það sem gerir þetta ennþá meira krefjandi. Það er ekkert eitt skapalón sem að hendar fyrir öll fyrirtæki. Og getan og áhersla mjög misjöfn. Og mér finnst það aðeins gaman, ég ætla aðeins að koma inn á það, en þetta var mjög flott könnun sem stafræni hæfnisklasin lét gera á dögunum í samstarfi við Prósent, ef að leiðrétta mig fyrir vilst með, en þar sem 1300 stjórnendur voru spurðir ýmislegt tengt stafrænni stöðu og getu og áskorunum, mjög áhugaverð könnun, ég hvet ykkur til að kíkja á hana. Og þegar spurt var á hvað stigi stafrænnar umbreytingar fyrirtæki sem það væri stjórnandi í væri, þar sem mjög áhugaverð niðurstöður koma í ljós og gefur svona kannski okkur aðeins mynd af íslenska markaðanum hvar fyrirtæki eru stödd í þessum tröppugangi, ef að segja má sem svo. Það voru í raun og veru svona, ef maður telur það sem telja sig vera farin á stað, þá telst mér þetta til að þetta sé 44% þarna sem að komið mislangt en svona farin á stað. Og síðan er það 32% sem ekki eru farin í neina stafræna vegferð. Og 24% sem að svara veit ekki og vil ekki svara. Þannig að ég vil bara svona, veit ekki alveg svara við þessar spurningu. Þetta er mjög hátt hlutfall með við það að það er raun og veru ekkert fyrirtæki sem getur verið í rekstri innan fárra ára með samkeppnishæfum hætti án þess að nýta sér stafræna eða nýta sér tæknina til að hámarka upplifun viðskiptavina eða til að skapa virði. Þannig að þetta er mjög áhugaverð staða og ég held að hæfnisklasin sé algjörlega spot on að aðstoða fyrirtæki og veita innblástur við að komast á stað. En hafandi sagt það, þá er þetta pínu snúið og það er að gera bara að ætla sér að borða þennan fíl í nokkrum góðum litlu bitum. En af hverju er þetta svona, McKinsey gerði stóra könnun á Bandaríkjamarkaði fyrir einhverjum árum síðan, ég tók þetta nú fyrir einhverjum 3-4 árum síðan, þar sem við segja að 92% fyrirtækja telja að þau mun ekki lifa af stafræna umbreytingu.
þau mun ekki ná að umbreyta sig nægilega, það mun alltaf koma einhver annar og gera hlutina betur og taka yfir markaðinn. Og þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður. Og ég hef oft velt fyrir mér, þú veist, af hverju ætli þetta sé? Af hverju ætli fyrirtæki hafa ekki trúa því að þau geti náð þessum árangri? Og ég held að þetta sé svolítið lykil þátturinn í því, að því þetta er umbreyting. Umbreytingar eru erfiðar, change eru erfiðar, það eru flóknar og það eru erfiðar. En það eru alveg geranlegar, það er mikill munur á því, en þetta er umbreyting. Þetta er ekki tækniinnleiðing, þetta er umbreyting. Þannig að höfum það í huga. En ég er mjög hrifin að því að til að horfa til framtíðar sé gott að líta stundum aðeins öxl. Og ef við bara síðustu árin fátt annað að tala en 4. iðnbyltinguna, og nú hugsa örugglega margir allar og nota bara öll buzzwordin í bransanum, stafræn umbreyting, 4. iðnbyltingin, allt þetta. En þetta er samt alveg, þú veist, við erum ekkert 4. iðnbyltingin ekkert eitthvað sem að koma á næstu 10 árum. Þú veist, hún bara hafin. Og við erum bara, þetta er ótrúlega tímar, það er það sem ég er við svo magna líka, við erum bara að upplifa þetta. Við bara sitjum í þessu og erum að upplifa þetta. Við þurfum líka bara að staldra hans við og njóta þess að sjá þetta, verða vitna þess og bara upplifa þetta og taka það. Þannig en það sem að mér finnst áhugavert í þessu er að ef við horfum aðeins tilbaka í fyrri innbyltingar, að ég meina innleiðing á fyrstu gufuvélin og önnur rafmagnið og þriðja upp úr 70 tölvuvæðingin, að þá ef við skoðum aðeins bara hvað við manneskjan höfum verið að gera í gegnum þessari iðnbyltingar, að þá er það í raun og veru hefur svolítið verið okkar hlutverk að besta endurtekningar. Við höfum verið að stanslaust að endurtaka hluti á skilvirkasta háttin sem mögulegt er. Þannig að endurtekning í okkar störfum hefur verið það sem manneskjan hefur síðustu 150 árin verið að besta sig að gera. Og hvað gerist ef maður endurtekur saman hlutin aftur og aftur og aftur? Það takmarka getum manns til að hugsa hluti upp á nýtt. Það takmarka getum manns til að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni og í raun og veru býr til ákveðnu vélvæðingu hugans sem má segja sem svo. En nú sjáum við í 4. iðnbyltingunni og þá eru bara öll störf sem krefast endurtekningar verða í raun og veru störf þar sem að róbótar og vélar munu geta gert störfin betur. Því þau í raun og veru læra, tæknin er orðin það góð að þau læra endurtekningar. Þau besta endurtekningar þegar þeir eru að gera það. Þannig að þau læra hvernig betur að gera þetta næst. Þannig að manneskja mun ekki geta keppt við þessi störf. Og í raun og veru er engin iðnaður sem ekki mun verða fyrir áhrifum af þessu. Og hvað þýðir þetta fyrir okkur manneskjuna? Við þurfum að æfa hæfni okkar í að hugsa hluti upp á nýtt. Við þurfum að æfa hæfni okkar í nýsköpun. Og þetta virkar líka klísja, en það er ákveðin hæfni sem að okkur vantar og það er ákveðna leiðir til að æfa nýsköpun. Og ég verð alltaf svona pínu, ekki pirruð, en geta alveg orðið þegar fyrirtæki tala nýsköpun eins og eitthvað hobby, eitthvað sem geta bara sent á fyrirlestri ef þau hafa tíma. Nýsköpun er eitthvað sem að mínum mati fyrirtæki eiga markvisst að vera að æfa sitt fólk í nýsköpun og hugsunarhætti. Af því að nýsköpun er ekkert annað en hugafar. Æfing og hugafar til að hugsa hluti upp á nýtt. Og ofboðslega verðmætt fyrir öll fyrirtæki. Og algjör lykil þáttur í stafrænni þróun og stafrænni umbreytingu er nýsköpun. Að geta hugsa hluti upp á nýtt. Munið að við erum að þróa nýja leiðir til viðskipta. Við erum ekki að taka gamla leiðir til viðskipta og koma þeim í stafrænt form. Mistök nummer 1 og við förum aðeins inn á það eftir. En mér finnst líka gaman að sjá og að bara vera duglega að líta tilbaka og ég meina þetta er mynd sem við öll þekkjum frá flugvelli fyrir alls ekkert svo löngu síðan. Við vorum að vísa aðeins kipta aftur til fortíðar í COVID þegar við vorum afturlátið standa í svona check-in röð. En ég meina það eru komnar lausnir, stafrænar lausnir sem við notum í þjónustu okkur einast degi sem okkur finnst algjörlega sjálfsagt. Þannig að við stöndum á flugvellinum og tjekkum okkur inn í svona kassa og gerum meðan sjálf allt stafrænt og á öllum aldri. Ömmur og afar og ólingar, allir nota
stafræna þjónustu. Og ég meina, það engin geiri þar sem tæknin ekki hafa stórkostleg áhrif til framtíðar. Þannig að og þetta eitt af mínum algjörum uppáhaldskvótum að eftir Gordon Moore, stofnanda Intel, og hann segir, change has never been this fast before and will never be this slow again. Þannig ef við förum ekki að æfa okkur í að takast á við breytinguna sem að gerast í heiminum, þróunina, að þá situm við eftir. Af því að þróunum er alltaf að vera hraðari og við þurfum að ná hæfni í því. En ég líti á, eins og ég sagði á þann, að þá stafræn umbreyting er þróun á nýjum leiðum til viðskipta. Og ég tala oftast í öllum mínum verkefnum, stafrænum verkefnum, að við erum að þróa viðskiptalega umbreytingu. Við erum að umbreyta viðskiptaháttum. Við erum ekki endilega bara innleiða tækni. Þetta fer rosalega oft í það að vera að tala einhver ákveðna tæknilausnir. Og það gleymist að hugsa þviðskiptalega tilgangin með tækninni. Og ég nota þessa einföldu mynd sjálf og þau afsakið kannski ef hún ekkert eitthvað mjög grafískt útfærað. Mér finnst hún einföld og mér finnst hún góð og hún hjálpar mér í að stilla oft mig og teiminn sem ég að vinna með að hugsa hlutina í raun og veru í réttri röð. Í öllum stafrænum umbreytingaverkefnum og öllum stafrænum verkefnum að hugsa þetta alltaf út frá þessari röð. Hvert viðskiptamódel fyrirtækisins í nútíð og framtíð? Hvernig staðan núna og hvað að gerast og hvaða tækni að koma og hvað vilja neytendurnir og hvernig verður framtíðin? Og það ofboðslega mikilvægt að staldra vel við þarna og þetta finnst mér alltaf jafn sjokkerandi í öllum þeim störfum sem ég hef verið í ráðgjafastörfum og svona, að fólk gefi sér ekki nægan tíma þarna. Bara greina svolítið hvað að koma, hvernig þetta breytast, hvaða áhrif, hvaða tækni mögulega getur breytt og hvað markaði og annað. Gefa sér tíma þarna. Síðan, hvaða þættir í starfseminni munum við þurfa að fara í að vinna í fyrst til að mæta þessum breytingum. Það innri ferlar og tól? Það í raun og veru virðiskeðjan? Eða það vörurnar og þjónustan? Búa til ákveðin fókus. Fyrirtæki ætla sér alltaf oft að breyta öllu í einu og svo verður þetta eitthvað ekki nógu skilvirkt. Dæmi úr póstinum, þar fórum við bara á mjög strategist, fyrst í bara skoða viðskiptamódelið, hvernig það núna, hvernig framtíðin, hvað samkeppnin koma, hvað tæknir gerast, hvað að breytast þarna, kortleggja það, síðan bara hvar ætlum við að byrja, hvar ætlum við að byrja að umbreyta félaginu. Við ákvæðum að fókusa á hana vörur og þjónusta til að byrja með, síðan seinna í stafræna roadmapinu eða stefnunni var ákvæða að fara í innri ferla og tól, þannig að þetta var svona praktískt dæmi. Síðast kemur hvað tækni ætlum við að nota til að ná viðskiptalegum markmiðum og umbreyta starfseminni eða búa til nýja tekjuleiðir eða þjónustur. Allt oft, þetta mjög mikið að þetta komi í þessari röð, allt oft snýst þetta við, píramídi fyrir hvolf og það hugsað þetta út frá einhverju mögulegan á einhverju tæknilausn og síðan það þvingað inn í viðskiptamódel eða ferlið og það ekki alveg ljós hvaða markmiðum á að ná. Þetta hljómar kannski einfalt í svona mynd en þetta flókið en þetta algjörlega doable. Ég fær alltaf pínum kvíðakast að horfa á þessa mynd, ég hvet ykkur til að horfa á hana lengur en 10 sekundur. Ég tók þessa mynd af einhverju rafmagnstöð í Tælandi einu sinni og þetta en það er algjörlega allar reis úr þessari flækju ef viljinn fyrir hendi. Af því að tími flýgur frá okkur, ég hvet ykkur til að senda inn endilega spurningar jafnóðum og svo maður finna nú fyrir að þeir að nóti og allir vagnaðir, en forsendur stafrænna umbreytinga, ef ég ætti að skilja ykkur eftir með eitthvað í ykkar vegferð, hvað þið ættu að huga að, hvar sem þið eruð, þú veist, hvort sem þið eru komin á stað eða eruð að hefja vegferðina eða hvar sem þið eruð, að það langar mig að skilja ykkur eftir með þennan þríhyrning hérna og ég ætla að fylla aðeins inn í hann með
grófri mynd. Mikilvægast að hafa skýra sýn. Hvert erum við að fara? Hvernig verður framtíðin okkar? Af hverju erum við af þessu? Og þetta alveg ofboðslega mikilvægt. Og skýra sýn, þegar ég segi skýra sýn, að þá sé hægt að útskýra sýnina inn á við og út á við. Þetta bara alveg gríðarlega mikilvægt. Ekki bara einhver stjórnendur viti hvert félag ætlar að fara, en þeir get ekki selt hana. Þau verður ekki að selt sýnina. Númer 1, mjög mikilvægt, því að þetta hverfist þetta allt að við erum að fara þangað og þá verður betri heimur. Síðan stefnumörkun, strategía. Mikilvægt að hafa skýra stefnu, skýr markmið. Hvers vegna erum við að þessu? Hver viðskiptalegu markmiðin okkar? Af hverju ætlum við að fara í þessa vegferð? Og ná það kemur síðan stafræn stefna. Stafræn stefna getur verið mjög ólík. Hún fer líka eftir bara getu fyrirtækisins og hvar það start hverju sinni. Sumir þau eru bara að byrja á því að taka til í grunnkerfa höguninni sinni og fara með hýsingu á ákveðin hátt og bara svona grunn aðlæðinni áður en geta farið í einhverja ákveðinu skölun. Síðan þarf að hafa í huga skýrt ákvörðunarvald. Þarna finnst mér oft hlutirnir svolítið falla á milli. Það mjög óljóst ákvörðunarvald í stafrænum málum og sérst þetta kemur kannski oft til vegna þess að þau snerta svo marga. En það þarf að hafa þetta í huga. Hæfni til að endurmarka hluti stafrænt. Þetta eitthvað sem að fólk eða fyrirtæki vanmeta oft mjög mikið. Að bara horfa ekki nóg gagnrýna á það hversu hæf erum við til að endurmarka hluti stafrænt. Og jafnvel áætla það að það eigi bara alveg sama við stafrænt og í núverandi módeli. Þannig ég hvet alla til að svona rýna þetta hjá sér. Næsta sem ég hvet fólk til að rýna mjög mikið algjört lykilatriði í stafrænum umbreytingaferli. Það kúltúr. Eitthvað sem ég kalla kúltúr en þetta áraun að vera við menning og fólk. Stuðningur stjórnenda, þetta hafið þið örugglega heyrt en þetta bara algjör lykil þáttur og við köllum þetta oft í bransanum að eru stjórnendur að kinka kolli eða eru þeir að styðja umbreytinguna? Eru þeir að janka? Segja, jú, við þurfum að fara í þetta en eru ekki að ryðja vegi hindrunum, selja sýnina, selja markmiðin, hvetja teimin áfram og algjörlega keyra í gegn vegferðina. Mikill munur, en þetta algjör lykilatriði að stjórnendur séu algjörlega all in, því þar það er oft svona make it or break it, að stjórnendur séu algjörlega on board. Vilji til breytinga, þetta atriði sem sem algjörlega hægt að vinna með í öllum fyrirtækjum, vilja til breytinga. Þetta flókið, þetta kúltumál og þetta getur verið, breytingar geta verið mjög skeri en það algjörlega hægt að vinna með þetta. Til dæmis í póstunum í verkefninu þar fórum við bara í markviss verkefni að vinna með breytingar. Við fórum fórum með stjórnendur í mikla stjórnendaþjálfun. Þannig að þeir væri bara í þjálfun í jafnóðum hvernig við að takast á breytingar og annað. Við fórum með við lögðum mikla áherslu á innri samskipti. Við færðum stjórnendur úr svolítið svona hierarkí strúktúr í fyrirtækinu, vorum með sér lokaða skrifstóri að vinna meira með fólkinu og opið rými, annað. Við fögnum öllum breytingaverkefnum. Það alls konar hlutir undir svona ákveðnu þema sem þetta að gera til að auka vilja til breytinga. Vilji til samvinnu, annað lykilatriði, það ekki hægt að vinna stafræn umbreytingaverkefni í sílóm. Fyrirtæki hafa verið hönnuð síðustu 150 árin til að hvert síló hefur ákveðið hlutverk og það í fyrirtækjakeðjunni og þau á ekki að vera að fara of mikið á milli. En stafræn verkefni hafa það einkenni að þau svona þurfa samvinnu allra og ég kem aðeins inn á það eftir. Ég vonandi má alveg fara 5 mínútur í viðbót, já. Og þetta algjört lykilatriði og til dæmis eins og upp í pósti fórum við bara markvisst í það að vinna niður sílómenningu og það alveg hægt að gera þetta. Stafræn þekking, það er önnur þekking sem þarf og þá ekki bara tækniþekking sem þarf í tækniteimanum, heldur þarf líka viðskiptaeiningunum meiri stafræna þekkingu.
eða að hjálpa fólki að hugsa hluti meira stafrænt. Þetta er oft svona bara bara er mjög mismunandi að sjálfsögðu í fyrirtækjum en oft svona eitthvað sem fólk bara heldur að geti tekið núverandi þekkingu og þeir geta bara gert þetta stafrænt. Það er ekki alltaf þannig. Nýsköpunar menning, mikið af hennar, það sem ég var að tala um hérna áðan, mikið af þess að hugsa hlutin upp á nýtt, viljið til taka áhættu að því að þegar verður að þróa nýja hluti, nýja leið til viðskipta, þá er ekki allt sem virkar. Og það er bara þannig, það er bara hluti af þessu. En því hæfar sem að vera í þessu, því fljótar er maður líka að sjá hvað er að virka. Og það koma jafnvel ný aukin tækifæri. Þú veist, ég fari í gegnum svo mörg verkefni sem að voru ekki endilega virka alveg eins og ætluðum að þau myndi virka. En það komu afleiðu verkefni sem virku enn betur. Og því hæfar sem teimi verða í að gera svona verkefni, að þá verða líka hæfar í að sjá fyrr hvað er að virka og hvað ekki. Hugafar, algjört lykilatriði hjá fólki og stjórnendum í fyrirtækinu, bara öllum, hugafari til breytingana. Og það er eitthvað sem þetta er að vinna markvisst með mörgum leiðum. Mælingar og endurbætur, þetta er svona, bara þú veist, hversu gagnadrifin erum við? Erum við vön að mæla? Erum við vön að horfa á hlutina? Já, eins og svona stafræn heimur kýsa að horfa á hlutina, árangur. Þannig að þetta er svona einföldun á mörgum punktum, en mér finnst ágætt að miða við þessa stólpa þú veist, hvernig er þetta hjá okkur? Hvar eru áskoranirnar? Vera bara gagnrýnin, horfa inn á við, annars þú veist, við erum alveg með flotta menningu já, en er hún að passa inn í stafræna umbreytingaverkefnið, eða vegferðina? Síðan er það tæknin, að sjálfsögðu skiptir tæknin miklu máli, þó ég sé meira að tala um aðra stólpa en við náum ekki að gera þetta með tækni, en muniði að tæknin er til að búa til viðskiptalegu markmiðin okkar. Það er innri tækniþekkingin, ég meina, hún þarf að vera á ákveðnum stað, að geta til samstarfs. Þetta er oft, þú veist, hversu góð erum við að fá ólíka samstarfsaðila til að vinna með okkur í úrlausnum verkefna. Tækniarkitektúr, þetta er oft bara verulega ábótavant og svona tækniþroskin. Hvar erum við í tækniþroskanum? Þetta er svona ákveðna einföldun en það er mikilvægt að hafa góða mynd af þessu til að geta í raun og veru búið til stafræna stefnu og hversu hratt getum við náðu viðskiptalegum markmiðum okkar því að allt og oft þá farið bara í að koma einhverja hugmyndir að búa til einhverja þjónustur og úrbætur fyrir viðskiptavinnuna eitthvað svo er bara grunnkerfin og grunnir arkitekturinn ekki að geta stutt við það. En nú fer að líða undir lokina hjá mér og mér fannst önnur spurning í þessari frábæru könnun svolítið áhugaverð hérna. Í hvaða málaflokkun telur þú fyrirtæki sem að þú vinnur hjá mætti helst bæta sig og þar var efst breytingastjórnun og leiðtogahæfni með 31%. Og ég held að þetta sé mikið til komið vegna þessar stafrænu umbreytingar áskorana sem fyrirtæki standa frammi fyrir og mér finnst alltaf jafn merkilegt líka hvað við setjum mikið fókus inn í fyrirtækinum á tæknina, á tæknilausninar og hæfnina þar. Við gleymum þessu svolítið oft. Við gleymum að styðja viðskiptaeiningarnar, stjórnenduna í þessu umbreytingaferli. Og ætlum bara að gera það áfram eins og við höfum alltaf verið að gera, en ætlum að bara bæta við í tæknieiningarnar. Og ég kalla þetta stundum, mér langar að sýna ykkur eina mynd í lokin sem ég nota líka ofboðslega mikið og hún hefur hjálpað mér alveg ofboðslega oft í að svona greina pínu hvert erum við komin. Þegar maður bara einhvern veginn er komin á kafi í verkefnin, komin á kafi í einhverja vegferð, bara hvert erum við komin, erum við orðin Venus og Mars. Horfið hérna á ljósglampan í miðinni. Þetta er sýnin sem ég var að tala um og viðskiptalegum markmiðin að þau séu skýr. Það gerast töfrar hana á milli þess að tveggja heima sem eru tæknieiningarnar og viðskiptaeiningarnar. Ef að þetta er ekki skýrt, eða er ekki skýrt hvað er verið að skapa, hvað er verið að gera, þá verður þetta tveir pólar. Þá verður þetta tvær plánetur sem er tæknieiningin og viðskiptaeiningarnar. Og tæknieiningarnar, þeir lenda bara oft í því að bera í raun og veru ábyrgð inn í fyrirtækjum á stafrænu vegferð fyrirtækisins. Og ég held að þetta sé einn stærsta áskorun líka, að viðskiptaeiningarnar þurfa að taka miklu stærri þátt í því að skilgreina viðskiptaleg markmið, skilgreina sýnina,
skilgreina hérna hvaða viðskiptalega árangur á að ná og tæknieiningarnar að stuðla að því að við getum náð þessum árangri. Þannig að ef ég væri að hvetja eitthvað fyrirtæki í stafrænni umbreytingu að huga svolítið vel að viðskiptaeiningunum, hvernig þekkingin og hvernig í raun og veru skilningurinn inn í viðskiptaeiningunum á umbreytingaferlinu? Eru þau að skilja sýni þeirra algjört lykilatriði í því hvert við erum að fara. Þannig að oft verða bara tæknieiningarnar að þróa einhverju lausnir, gera einhverju hluti sem að svo mæti ekki viðskiptalegum markmiðum fyrirtækisins. Þetta mjög, en þegar þetta tekst að skapa þessa samvinnu og allir með skýr markmið, þá gerast töfrar. Það er ótrúlega magnað. En þetta algjört lykilatriði. En ég langar bara að skilja ykkur eftir með þetta, kannski eitthvað smá skrítið að kvóti sjálfan sig, en ef það eitthvað sem ég langar að skilja ykkur eftir með þá það bara, það allavega mín reynsla þessi 16 ár sem ég hef starfað við stafræn umbreytingaverkefni á alls konar gerðum, að stærsta áskorun við stafræn umbreytingaverkefni stýrst oftast ekki tæknina. Oft geta verið mjög tæknilega krefjandi að sjálfsögðu heldur mannlega þætti. Og það það sem að mig langar að sjá íslenskt fyrirtæki vera opnari fyrir því að skoða vegna þess að það eru leiðir til að vinna með alla þessa þætti og það eru mikla fjárfestingar í því að fara í stafræna vegferð og það í raun og veru öllum til hagsbóta að eyða líka svolítið púðri í mannlegu þættina til að algjörlega geta hámarka nýtingu á tækninni. Þetta var frá mér í dag og ég vona að bara komið fullt af spurningu frá okkur. Annars bara takk hérlega fyrir mig. Glæsilegt, ef ekki bara titla okkur hér. Svona, heyristu í okkur allt svo leis? Held það. Takk hérlega fyrir þetta. Það var bara, mín var ánægjan. Já, fyrir ekki, ég ætlaði ekki að vaða yfir þig. Ekkert mál. Mér finnst svo, eftir að hlusta þig, mér finnst svo ég eitthvað svo til í þetta. Þetta var bara, mér finnst þetta svo jákvætt. Svona, maður heyrir svo oft hvað þetta erfitt og mikið mál, en mér fannst það einhvern veginn koma svo vel. Þetta ekkert mál, það allt hægt, sko. Já, þetta algjörlega hægt og fyrirtæki eru, að ná bara, undraverðum árangri á stuttum tíma, en að mínu mati, þá myndi ég ráðleggja samt öllum að byrja á réttum stað. Byrja á því að greina markaðinn og greina framtíðina og kynna sér tæknina og hvað áhrif hann hefur á þinn markað, skoða þessa mannlegu þætti, skoða fyrirtæki, vera svolítið, opin fyrir því, hvar, að því að eins og til dæmis að auka getu sína til að vinna í stafrænum verkefnum í viðskiptaeiningum til dæmis, að þetta eitthvað sem að bara gott að byrja með snemma á, áður en að í raun og veru stafræna stefnan fer á full skrið. Vegna þess að það tekur alveg tíma. Sum fyrirtæki þurfa að endurþjálfa fólk og hjálpa því á ákveðin stað og ráða með ákveðna þekkingu, þetta tekur tíma. Og það er bara mjög vont ef þau huga ekki að því tíma. Já, ég skilji. Við höfum svolítið fengið hjá okkur að því að lítil og meðanstór fyrirtæki og sérstaklega lítil, þá erum við bara að tala kannski starfsmenn sem undir 10 að þau kannski við leita svolítið til okkar og eru bara, þetta eitthvað fyrir okkur? Þetta eitthvað svona stórt sem að stór fyrirtæki eru mjög mikið að fara og gera, þetta eitthvað fyrir okkur? Já, bara ef það ekki fyrir litla fyrirtækið þitt, það bara einhver annar sem kemur og gerir það. Það bara þannig. Já. Og það þessi nútíð og framtíð sem að ég hvet allir til að horfa á og bara horfa svolítið kalt á að það er bara mjög líklegt að ef þú gerir það ekki, þá kemur einhver annar að gera það. Og þá það annarkvort að eldan eða hann bara færir sig. Ég meina, það svo mörg dæmi. Það sá engin leigubílstjóri eða leigubílastöð fyrir sér að þeir yrðu jætnir af digitalþjónustu sem heitir Uber. Það var enginn að sjá þetta fyrir, sko. Akkurat. Þannig að sko, ég myndi bara, það engin geiri. Það sem að
þar sem að tæknin mun ekki hafa afgerandi áhrif. Ég var eitthvað svona með morgunkaffinu að reyna að hugsa, þú veist, er það eitthvað sem að, þú veist, ég meina það þarf alltaf að klippa fólk og það er alltaf að skilja, en það er þjónustuleiðina við það hvernig við bókum okkur tími klippingu hafa gjörbreyst á 1 ára á Íslandi, ég meina við erum alltaf nokkrum árum á eftir hérna heima, en þú veist, það hefur áhrif, þetta hefur áhrif á allt og ef það hefur ekki áhrif á í raun og veru hvernig þú kemur vöru að þjónustu út á marka, þá hefur það mögulega áhrif á sko framlýsluna, virðiskeðina vegna þess að fyrirtæki sem ekki eru í að nýta tækni í framlýslunni, þau verða bara með dýrara verð og þar að leiðandi ekki eins samkemshæf sko. Já, akkurat. Þannig að tæknin er bara að það er þessi umbreyting, þú veist, það er engin geiri sem að þetta mun ekki snerta. Nei, akkurat. Það er bara undir fyrirtækjum komið, ætlaðu að bregðast við eða ætlaðu að elta og ekki mögulega ekki lifa þetta af og þá bara lognast út af. Akkurat. Þannig að það er líka ákveðið val. Já, spurning. Hvað vil gera? Það kom svolítið sterkt hjá okkur hérna í könnuninni líka þegar vorum að skoða hæfni stjórnenda að þá mældist rosalega lágt, það voru stjórnendur svolítið að þeir mældu sjálfa sig þannig lágt að þeim finnst óþægilt að nýta tækni til nýsköpunar. Nú talaði þú einmitt svo mikið það hvað þetta skipti miklu máli og þeir voru að mælast lægst í þessu. Bara hvernig eigum að nýta tækni til nýsköpunar. Ertu með eitthvað töfraráð? Hvernig gætum við mögulega svara þessu kalli? Að því með stjórnendur voru alveg að kalla eftir að þeim vantar aðstoða. Já, einmitt. Sko, það er algjörlega það versta sem maður sér í fyrirtækjum og ég voruði vitnað svo ofbóðslega mörgum sinnum að það er verið að taka einhverja ákveðna ferla eða það er verið að taka einhverja ákveðna þjónustur og setja þær í digital form og það er ekki verið að breyta neinu í ferlinu og það er ekki verið að gefa sér tíma í viðskiptaeiningum til að endur hugsa fyrir stafrænt form og jafnvel breyta öllum ferlinum allstaðar í fyrirtækinu og það er bara verið að taka hann og þröngvanum í stafrænt form svo skilur enginn okkur það virkar ekki. Það er svona það sem ég myndi ráðleggja öllum að leggja áherslu á að endur hugsa þetta áður þið farið að tækni innlega þetta, hvernig á ferillin að vera. Ég meina bara eins og flest fyrirtæki sem að ég hef unnið með á síðustu árum, bara við legg gríðarlega áherslu upp á svona customer journey mapping. Bara bara, þú veist, alveg niður í hörgul sko. Og þetta er út af því að maður vil skilja ferlið, skilja hvað er verið að smíða með tækninni. En það var kannski smá útúrdúr við spurningunniðinni en góða ráði við að sko fjölmörg ráð til að auka nýsköpun en eitthvað sem ég nota alveg óbúslega mikið og er praktískt er að láta fólk hafa hvítt blað. Af því það byrjar mjög oft svona umræði eitthvað, já við erum ekki svona, við gerum þetta svona, þetta ferli er svona, eða við erum í þessari þjónustu, ekki þessari, eitthvað svona. Stundum með maður bara tekur gula með æfingu og bara hvítt blað og segir, heyrðu, pælum ekki í hvernig við erum að gera þetta, pælum ekki í hvað hinn er að gera, pælum bara í viðskiptavinnunum og hvað hann þarf kannski á morgun og leiðum okkur bara að flæða. Leiðum okkur bara, það er engar slæmar hugmyndir í brainstormi. Það er bara reglan númer 1 og bara teiknum eitthvað á hvítt blað. Og það er oftast þannig sem að fær bestu hugmyndunar sko. Og þá bara eins og maður sé bara að byrja fyrirtæki í dag, bara nú erum við bara að byrja og bara... Já, og líka bara, þú veist, vera svolítið meðvituð, vera meðvituð umræðina, eins og vera meðvituð þú veist, þegar hugmyndir koma, er strax tekið yfir þær, jafnvel af stjórnendum eða eitthvað svona, með svona, já, þetta er svo dýrt, þetta er svo betur hvernig ætla að gera þetta, við erum ekki þessu, hvað meina, ætla að fara að umbreyta bara alveg hvert talum, skilju. Eða er þessu leift að bara, já, betur hvað meina, ef að kasta þessu eitthvað á milli, eða, veist, þannig, ef að svoleiðis menning skapast, þá fara alltaf að koma fleiri og fleiri hugmyndir frá verðmætari og verðmætari stöðum sem er oftast fólki sem er að vinna með lausnirnar og það er oft með lausnirnar, sko. Og og í mestum sambandi við viðskiptavinnuna og svona, þá fara alltaf að koma, sko, betri og betri hugmyndir. Akkurat. En þetta er oft svona menningar element. Eru hugmyndið, sko, mamma bara einhvern veginn kastaði mig upp þegar það er koma og svo bara sjáum við hvað fær líf og hvað ekki. Akkurat. Eða það er alltaf að vera úthugsað, formulerað, útreiknað. Það er ekki nýsköpunar
element, sko. Og þá færist þetta kannski svolítið yfir í næstu spurningu hjá mig sem svona stjórnunarhætti vera svolítið að breytast. Við þurfum svolítið kannski að losa og bara... Já, sko, við erum náttúrulega með svona ákveðin kannski stjórnendkultúr sem komin út af svona sílóa menningu og fyrirtækja svona bara strúktúr fyrirtæki, þannig strúktúrum fyrirtæki og ég hvet alla stjórnend til að fara í svolítið massífa vinnu með, þú veist, við erum stjórnendur mishæfir í þessu og allt það, en ef að stjórnendur eru mjög hæfir í þessu, þá geta það líka smitað aðra stjórnendur í fyrirtækjunum og aðra leiðtoga í fyrirtækjunum sem að jafnvel eftir að vera leiðtoga seinna. En það var allavega eins og upp í pósti og fleiri verkefni sem ég verið í og mikið gæfuspor. Við fórum í massífa stjórnendaþjálfun með umbreytingaferlinu og líka bara til að skerpa sýnina og skerpa samstöðuna og þú veist, við erum í þessu breytingaferli saman og þetta var mjög stuttur tími sem þurfti að breytast margt mjög hratt, rekstrarlega miklar áskoranir, mikil hröð þróun, mjög flókið menningarlega, miklar ytri breytingar á markaði og miklar ógnir en líka tækifæri, þannig að ég hvet alla stjórnum til að vera svolítið auðmjúk og opinn bara fyrir, þetta umbreyting, það lykilorðið hana og þú getur ekki farið í umbreytingu með því hugafærið þú ætlar að gera það sama og þú hefur alltaf verið að gera en þú ætlast til þess að eitthvað breytist. Þetta er definition of insanity, sko. Þannig að þú veist, þú verður alltaf að breyta einhver líka til að eitthvað umbreytist. Já. Og það á líka við stjórnendur, þú veist, og það er oft bara, þú veist, pínu snúið, sko. En það er líka mjög hvetjandi fyrir aðra, þú veist, stjórnendur fara að gera hlutina einhvern annan hátt, sko. Akkurat. Þá fær fólk átt svona, wow. Einmitt. Hér ætlum við virkilega að fara einhverja vegferð, sko. Einmitt. Ég sá einhverjum svona myndlíkingu daginn þar sem að stjórnandi væri frá því að vera svona að stjórna öllu og hafa allt á sínu stað og svona yfir í íþróttina þar sem þú varst svona sópa og undan kúluna. Krulluna sem rennur á svellina. Stjórnandi sé rennu bara þessi sem er að sópa. Íta öllu frá öllum hindrunum og vera svona til taks, sko. Já, og ég held að þetta sé mjög góð myndlíking vegna þess að ef við hugum að þessu þrýrtingu sem ég var að lýsa áðan, að stærsti hlutanum er þessi mannlegi þáttur og stjórnendur sem eru mjög meðvitaðir hvar eru hindrannar koma í þessu mannlega þætti í þessu flókna umbreytingatækni vegferð sem við erum í og þetta eru ofboðslega fjárfestingar sem við förum í stafrænu umbreytingaferli, sko. Þetta er alveg gigantíska fjárfestingar og ég var alltaf svolítið sjokkuð þegar fyrirtæki eru ekki svolítið búin að úthugsa viðskiptilegu markmiðin og í raun og veru þessi mannlegu element og síðan setja fjárfestingar þar líka vegna þess að annars ertu bara með rándýra tæknin laust og fólki mun ekki nýta hana. Það mun ekki komin til viðskiptavinn og búa til hana ávinning sem á að gera og þú veist ekki jafnvel hver ávinningurinn á að vera. Þannig að ég myndi hvetja alla til þess að eyða svolítið fjármunum þarna. Það mun skila sér. Ég kalla hitt svolítið að spara aurinn en henda krónunni, sko. Já, akkurat. Af því þarna og bara allar rannsóknir sýna það að þetta er eitt stærsti áhættu þátturinn í stafrænu umbreytingu. Það er mannlegi þátturinn. Og það er alveg bara svona, ef við hugsum þetta að þessu rökrið, þá er það svolítið galið að við skulum ekki fjárfesta vera til jafns þar í umbreytingaferlinu. Já, algjörlega. Og ég sá mitt hjá þér áðan, svona síðasta spurningi mín í bili, að þú talaði mælingar og endurbætur. Já. Að vera alltaf að fara svona reglu yfir það. Já. Er það ekki líka svolítið sem að hvetur í einmitt svona þennan menningar þátt, þú veist að það eigur trúverðuleika, það sér það er eitthvað að gerast, það er eitthvað að vera að bæta starfið sem að ég er að vinna. Að því að yfirleitt þá er maður einmitt að skoða sjá virði að fara í þessa ferð fyrir fyrirtækið, en svo hugsa maður líka alltaf hvað er virði fyrir mig, þú veist, er starfið mitt bara að fara eða þá veist eitthvað svoleiðis, sko. Já, og það er líka það sem skipt svo miklu máli að selja þessa sýn, selja þessa vegferð. Ég lagði mikla, teimi sem ég var að vinna með upp í pósti og þeir stjórnendur sem voru í mínu teimi þar, að við lögðum alveg ofboðslega áherslu á að ræða change, bara ræða breytingu, bara ræða, þú veist, við erum í miklu breytingafasa, þetta er erfitt, þetta er áskorun, þetta er andlega erfitt, en þetta er eins og vöfði, þú veist, við verðum betra og betra að díla við þetta, við getum líka lært að vera breytingahæf.
og við getum aðlagast og við getum búið til nýstörf og við getum, lært að gera hluti upp á nýtt. Það sem við getum ekki gert er að endurtaka bara sama starfið, aftur og aftur og aftur. Því að tæknin mun taka það yfir. En okkar hlutverk svolítið að hjálpa fólki að horfast í augu við að það alltaf breytast, það þarf ekki að óttast það, en þú ert að óttast það ef að þú ætlar ekki að svolítið taka þátt. Og þarna kemur sýnin inn í og þarna kemur mikið markmiða inn í. Við eins og við postið, þá lögðum við mikla áherslu á það að við erum bara að breytast til að mæta þörfum viðskiptavina og við erum að breyta þjónustuna því að viðskiptavini vilja ekki þjónustuna þessa hátt lengur, þeir vilja hana svona. Og þegar fólk skildi það, þá er svona, já, ok, það er ekki bara verið að breyta bara til að breyta. En eitt sem að prófa þarna fyrir nokkrum árum og klúðraðist. Já. En svo kemur alveg, ég hef líka alveg séð, mjög hæf fyrirtæki með hæfa breytingastjórnun og svona, fara svo jafnvel bara í að gera einfaldar skipulagsbreytingar, hreyfa fólk á milli deilda og fara allt í háa loft, jafnvel hjá stjórnendunum sjálfum, Það er svolítið góð áminning, ef við erum að vera svona breytingahæf, en við getum ekki farið á milli deilda, hvað er það? Þá viljum við bara fá okkar bás, Þannig að það eru rosa marga leiðir til að opna augu fólks, við að þetta er ekki til að óttast. Við munum fara í þetta saman og þetta er eins og vöfði. Meira sem að æfumann því betur sterkari verður hann, Já, nákvæmlega. En versta er bara status quo. Það er, og til dæmis, allavega, teimið sem ég vann sem mest með, að það, bara frá því við byrjum að ræða svona breyting, þetta er bara orð, áhrifin, hvernig einhver liði með þetta og þú veist, þetta er bara mannlega þáttin við, þetta er oft andlega mjög erfitt. Og það var alls konar, það var að vera að kveðja vini í annað teimi, jafnvel út úr félagina, það var að koma mikið nýjum fólk, alls konar í gangi. Og bara að geta rætta, það er einhvern veginn bara svona, það hjálpar fólki í vegferðinni, og þannig kemur stjórnenda hlutverkið inn, Já, algjörlega. Já, það er alltaf þetta mannlega. Alltaf þetta mannlega. Að fólk að vinna fyrir fólk. Já, nákvæmlega. En það eru ekki fleiri spurningar hjá okkur í bili. Er eitthvað meira sem þú vilt bæta við svona lokum eða? Nei, en ég bara, ég hvet bara alla til að bara huga að þessu. Því að eins og ég mynda á áðan, þá hefur breytingi verið hröð, þannig að aldrei verið svona hæg. Já, þannig að þetta er ekkit eitthvað sem ég getur bara fara að huga að eftir 7 ára, 5 ára eða 3 ár. Og byrja á viðskiptalegum markmiðunum því að tæknin er á fleygiferð, það eru ef við horfum bara á nærmarka eins og Íslandi, það eru mjög öflugir aðilar hérna. Við erum í stórum verkefnum að nýta bara íslenska þekkingu, þannig að við erum vel stæð þar, en við þurfum að huga svolítið að fólkinu og viðskiptalegum markmiðum, og þetta er viðskiptaleg umbreyting. Ekki endilega bara tæknilega. Það er svona það sem að ég mantra á móti öðrum, hvernig erum við að viðskiptalega breyta einhverju fyrir viðskiptavinnu eða já. Algjörlega, frábær lokaorð. Takk kærlega fyrir komuna til okkar. Takk.